En tjekka Facebook vegspjald Æsland og ef þið langar í mynd af ömmunni eða bjöluðinni. Sælir og velkomin að potta mig freka. Aðeins breytt inn í kriki með plöntu núna. Ég með fucking Rodecaster Pro Setjum okkur kúli og Potti kom tilbaka, let's go. Sko, fullt sem voru að gera sem ég tók upp síðan þátt, sko. Ég kom í kisu. Hérna hann hvernig Ok, hún hann crack og hlaupa þennum. Þið sjá ég með heyrnartól tengt að því ég var að kaupa mér þetta Rodecaster Pro. Kostar 100.000. Þetta eitthvað tæki sem ég alltaf langað að kaupa fyrir podcast. Þetta svona all-in-one solution. Ég með 4 XLR ports. Þannig ég tengt 4 mics. Ég tengi 4 heyrnartól. Þannig lóksins geta gestir mín að hafa heyrnartól og heyrt í röddinni sinni. Þess að ég að gera núna. Og ég að taka eftir núna, öll þessi hljóð sem ég orðið að gera í micin og eitthvað svona. Það tekur svo vel eftir ég með heyrnartól. En ég geti. Þetta hún Lísa. Hún eitthvað svona kisi. Skilur þú kaupir þetta í Costco. Þetta gerir voru lítið, sko. En hún sæt og eitthvað, sko. En hún borgar ekki svo lígu, sko. Og ég bara mat og kúkar, sko. Þess að bara eitt, sko. Það í mækin. Það sæt. En já maður, það er nóg í gangi, sko. Ég keypti þessa plöntu hérna. Sko, ég frekar stoltur af þessa plöntu. Mér langaði alltaf í cool setup fyrir podcastin alltaf. Mér langaði alltaf í besta kvikmyndið og besta dóti, sko. En maður þarf alltaf bara að spara og þú veist, og hei, ef þú ert að vera að byrja podcast í dag, ekki kaupa drast, skilur, byrja bara að taka upp og ef þið finnst þið fyndin og finnst þið kannski eins og þið séka podcast sem eitthvað myndir annan hlusta á, sett þetta út og sjá hvað gerist. Byrja, svo er þetta komið 10 þættir, svo er þetta komið 20, 30, 40, 50 og áður veist það, þá er þetta komið, þú veist, þú ert komið að vera að stoppa út í búð fyrir podcastið, skilur, og við finnst bara tími núna, svona, ok, núna langar mér aðeins að step it up, bæta smá í stúdíóið og kaupa mér The Rodecaster Pro. God, I love this thing. And what else we got on this thing? Oh, very nice. Shut the Ég þarf að setja ykkur betri hljóð á þetta er hræðilegt, sko. Þannig að ef þið eru með klippur af eitthvað fyndi, kannski eitthvað frá podcastinu, helst, eða bara þér að kúka á þig, sko. Senda á mig. Senda á e-mail, senda á Snapchat, Instagram, hvað sem er. Mér langar að setja eitthvað fyndi á þetta. Þannig að við sjáum hvað verður á þessu í næsta þætti. En já, það eru margir þættir ekki komin út, þessum Kíló. Hann fer að koma Andri Már, Einar Kristjánsson. Við erum að fá nokkra TikTokara sem ég hlakka mjög mikið að bara spjalla við og sjá þeirra perspektíf og að fá shit mikið heit á netinu og hvernig það hjá þeim að dána. En ok, talað þessa plöntu, sorry, ég langaði alltaf eitthvað cool shit fyrir setnum með mitt og mér langaði stóra plöntu. Ég bara taka nokkuð viðtöl við stelpur og þeir segja það bara alltaf eftir podcasti þegar lappa henni út, bara ekki, hey man, you need some plants. Þannig að ég fór í IKEA og ég náttúrulega múin að selja svolítið mikið af þessu vegspjöldum. Þið sem eru með mig á Instagram, Snappinu og TikTok, þið þekkið vegspjald, verð senur á leiðinni, I know, it's been like 6 months. En tjekka Facebook vegspjald Æsland og ef þið langar í mynd af ömmunni eða bjöluðinni. Og já maður, þannig að ég meina, sko, to be honest, sko, mér langar eins, mér alltaf langar að vera bara eins real ég get, þú veist, tala allt sem ég gangi mér og ekki vera fake og svona. Þannig að þetta vegspjald þetta er hummi sem ég fekk í janúar og þetta er fyrsta sem ég prenta út þessina mynd. Þetta eru albums sem ég er búin að hlusta á síðustu kannski svona 3-4 árin. Fílaði bara mjög mikið, þú veist, við erum með Recovery, Bobby Tarantino, Intervals, holy shit, sko. Tjekki þessu, Shape of Color. Svo með Van Halen, Avenged Sevenfold og svona allt svona gott rock stuff. Og þú veist, ég prentaði þetta út og byrjaði að setja það ekki með. Mér fannst þetta bara svo cool. Bara einhver hugmynd sem ég var með, þú veist, mér langaði. Fyrsta hugmyndi var bara að kaupa öll þessi albums og setja á vegginn minn. Og svo fór ég á eBay og fór á netið og alveg, that shit's expensive. En veistu hvað léttari? Að photoshopa þetta shit og setja þetta saman á eitt veggspjald. Og ef þið langar í, til dæmis eins og svona, fullt albums, þetta er 9060, þetta myndi kosta þá 10.500, já. Nei, kannski, já, 10.500 án ramma, akkurat.
þið getið séð verðin okkar á verðin mín á Facebook síðinu minni en þannig að þetta var bara hugmyndi í janúar og ég var bara super excited bara að bara prófa prófa að setja mann út bara ekki hei, ég að selja þetta út viljiði þetta alltaf svona maður hrættur að setja hann sig út skilur sjá hvað ég að gera og svona en það bara virka heldur vel ég get sagt ykkur að þessi hugmynd sem ég ákvað að fara með borga fyrir leigumina í síðasta mánuði það eitthvað sem ég bara super stoltur að sjálf mig fyrir bara að hafa allan að prófa eitthvað og I don't know, I like business mér gaman að búa til hluti og selja og ég elska viðskiptavinni, ég elska að fokkin tala um fólk og allt fólki sem ég búið til fyrir svona vegspjöld eru bara ógeðslega glöð og elska og það bara ógeðslega góð tilfinning sko. Þannig að það allan að síðustu mánu gekk mjög vel með það og ég ákvað bara að fara út og leiða mér aðeins að köpa smá gjöf fyrir svona mig og það var það Rodecaster Pro ég held að ég gæti sýnt það bara á myndan hérna þetta maður sjá ekki fucking fattat maður með MIDI boardina introið og læti sko shut up og ég verður með stillingar á þessu öllum maður þetta er fucking geðveitt sko og það sem þetta þýðir núna sko ég get lóksins fengið mér 3 gesti á podcasti það getur ég sko podcast sem ég er búin að plana for a little bit verður með The Old Rat Pack gamla fólki sem ég var alltaf með í grunnskóla þannig að það verður ég, Arnar, Villi og Tómek the 4 of us það verður gaman að sjá hvernig það gengur Tómek og Villi hafa aldrei komið podcasti en þeir eru góða félagar frá alveg 7. 7. bekk í grunnskóla og það verður gaman að bara skjóta sögur með þeim og svona og líka það er eitthvað sem ég alltaf langar að gera reyna að gera collabs með öðrum podcastum á Íslandi til dæmis 2 fellar ef þeir að hlusta á mig núna mér langar ógeðslega mikið að fá ykkur í viðtal eða öfugt, það er alltaf lettar að fara til ykkar þeir eru með bara heila stofu fucking stúdíu sko. En alltaf það er svolítið erfitt að redda 4 peeps inn sko. Einu annar staði til að sitja nema stóllinu hlina á mér er bara rúmið mitt þannig að ég hendi 2 fælla beint í rúmið mitt tek fötuna, skilur sitt einn í handjá sitt hinn undir rúmið, skilur og svo kissi ég að góna, skilur og svo byrjuðu að taka podcast hvernig líst ykkur á það strákar? Og en aðal stóra dóti með þetta líka er ég get hringt í fólk líka þannig að sem ég langaði að gera er að fá Arnar á podcast þetta smá og mér langaði að spura hann aðeins út í grunnskólan við vorum alltaf saman í grunnskóla bara frá 3. bekka eitthvað og we got up to some shit sko brutist inn í byggingar lömdum ömmur stálum kísum ég meina bankarán mánalega, fullt af dóti sem að vera að gera í grunnskóla ég meina, hvað stóð að gera í grunnskóla? Þú örugglega bara reyna að fá kærustu eða eitthvað reyna að fá góða enganir eða eitthvað þú komst í háskóla, nú ertu með góða vinnu þú komst með konu, með 2 börn þú ert bara hamingjusamur, þú ert bara góð mannskja fyrir allan heiminn sko. Þú contribute to society, þú ert ekki heima að vera einn að gera podcast, að tala í sálunni og kísuna you're fine, I'm fine, okay? I'm fine okay? Small spögg, okay? En þetta er svo núna get ég allan hringt í fólk líka sem er gegnum Skype og svona mun léttari heldur en það er ástæði ég hef ekkert verið að gera Skype call síðan maður ekki þátt 15 eða eitthvað með Mark Kislik mér fannst þessi þáttu bara sökka það var svo mikið lag og bara svolítið illa planað sko þannig að heyrum í Arnari maður Arnar líka ef þið ekki að fylgst með honum þeir getur tjekkað honum á TikTok hann notar í shit ég heyri hljónu Arnar_who á TikTok mér finnst það gaur hann hefur verið á þessu podcasti oft og hann verður mest líklega gesturinn sem ég tek með þegar ég verður með svona live podcast bara á þessu ári þannig að heyrum í honum hvað er strákurinn hann? Alright heyri í honum beautiful maður þú er að svara hann helvítis Hæ, þetta er Potti með Frikka Halló Já, Annar, heyrðu í þetta? Þetta heyrðu í mig? Já, ég heyri þér Ok, blæsar, hvað séu gott? Velkomin að Potti með Frikka, kallar minn Through the phone, baby Takk fyrir Mér langaði að spyrja, heyrðu þegar ég íta hann að takka hérna hold up
Já. Heyrðu þú í þessu? Gauð, Já. þetta er snill, Hvað er þetta? maður. Þetta er bara, ég er með svona takkaborð sem ég get stilt svona hljóð og eitthvað. Þannig að, ég get sett... Nice, þannig að þú getur fengið fake hlátur. Akkurat, þetta er svona, segðu okkur djók að það, þú er náttúrulega uppistandari. Segðu okkur eitthvað djók. Ef þú grill, og ég fann einu sinni, þú veist, inn í svona páskaeggi, Já. og það stóð að það er bannað að grilla fleiri en 3 pulsur. Ok. Come on, Bryggi, þú fuckar þessu. Ég fatt ekki djókið, maður. Þú leifði mér, Bryggi, veistu hvað þú gerði? Þú leifði mér að bama og þú gafst mér fake hláturinn í sárið. Fuck you, Bryggi. That's the name of the game. That's the podcast game, baby. Gotta be on top, baby. Þú ert alltaf með einhverja Nicky Moves. Akkurat, maður. Gauður, hérna... Dude, ég var að tala um grunnskólan, maður. Við vorum alltaf saman í grunnskóla frá okkar 3. bekk og eitthvað. Og hérna... Já, 4. bekk. Hvað, þú veist, ég var að segja, we got up to some shit, sko. Við brutum svona í byggingar. Þú veist, við fórum hérna... Manstu í hérna Seljudalum, það var að vera að byggja hús í eitthvað 5 ár. Og það var aldrei neitt annað, þannig við fórum bara og brutum rúður og eitthvað shit. Eftir hann blokkina? Já. Já. Ég held að við fórum bara eitthvað svona 5 sinnum inn í það, alveg inn í það. Já. Það voru bara nokkuð skiptir, right? Við var líka svo skítrættur alltaf með anything svona. Já. Það var út af því að það var ógeðslega spooky. Þú veist, það er ógeðslega spooky þegar þú ert 13 ára. Að fara inn í eitthvað svona alveg tóma blokk og vindurinn, hljóðið, það var alltaf mest creepy shit. Já. Vindurinn að fara í gegnum tóma blokk með enga gluggar, allt opið og það er allt svona eins og flauð. Akkurat. Það er alveg hryllingsmynd. Það er maður gekk alltaf svona smá stingi í raskatu. Já. Og þið getið farið hana, þetta er í Seljudalum, þetta er Seljudalum, eitthvað 50 og nú er komin bara 6 blokkir hana, eitthvað bara á einhverjum árum, sko. Já, það er, ég meina, þú hefur séð nýja skólan, ekki? Jú, hann er huge, fucking huge. Þetta er svo fucking framhaldsskóli. Hvað bullshit er þetta? Hefur séð bílaplanið? Gauð, þetta er stærra en FS bílaplanið, sko. Ég veit það, fyrir hvað? Sko, fyrir hvað? Eru krakkarnir fyrir að keyra líka? Og það er líka að fyndi, maður. Það er aldrei neitt bíl í þessu bílum. Það er bara, náttúrulega fólk droppar af krökkunum og bounsar heim, sko. Já, og svo er allir kennararnir, þú veist, svona 15 og það eru svona 30 bílastæðan. En við líka vitum ekki hvernig það verður, þú veist, eftir nokkur ár, þegar verður, þú veist, byggja upp Njarðvík er að fjölgast þessu krabbameinina, sko. Frikki, ekki segja það. Frikki. Þú meinar eins og AIDS in the 80s. Já, maður, gauðir. Eiginlega bara... Alltaf. Ég meina, þetta er... Inni Njarðvík er að verða hotspot. Já, þetta er hotspot. Ég meina, allir flyttin í Njarðvík núna, maður. Ekki að, þú veist, ég býði ykkur bílskur í Keflavík, það er búin að sama fólki, er búin að búa inn í 15 ára eða eitthvað. Jesus, maður. Þú, ég meina, þú keyptir hús, hvað... Ef að tala um það, maður, you're a house owner, maður. Já, well, það var líka bara fyrir tilviljun, og því að ég var bara inn í herberginu mínu, þetta var, held að þetta var svona, í febrúar í fyrra, þá kallaði mamma mig inn í stofuna, og ég held að hún var bara að skamma mig, og því hún var alveg, Arnar! Og þú veist, ég var að reyna að muna hvað ég gerði. Yeah, I know that. En svo þegar ég kom, þá var hún bara í tölvunni og hún sá íbúð. Og það er hann að þýðum móði 1B og það er beint á móti blokkinu sem ég bjóð með mömmu og það er kjallaðið 5. Núna vitið hvað þið getur sendt fjölpóstin ykkar? Núna vitið hvað þið getur farið með tippamyndunar ykkar? Yes, já, ef þið viljið koma með það í gegnum pósthólum mitt, takk fyrir. Já, og það kostaði 15,5 og ég var með nógu mikið fyrir 90% land og núna er ég bara að búa hérna í 3,5 mánuði. Það er fucking klika. Ég hélt að ég væri búin að búa hérna
miklu lengur Já, sko. mér líka með þetta búið svona skuggulega langur tími svona að líða þetta árat hana. Já, það svona allt í einu þú veist, eftir COVID eiginlega, út af því í miðju COVID þegar allt var í lockdown Já, mér leiði eins og ég og þú við verðum bara að geta mikið sjálf okkar og það var alltaf gett svona þú veist, eitthvað nýtt að gera þú veist, og mér fannst þess að við vorum alltaf að verða betri og svona og þannig það var ekkert boring en ég veit ekki hvað gerðist núna en svona eftir COVID þá líður mér eins og þessi tíma sem bara lengra að líða en það samt bara búið að vera næst. það líka bara mjög jákvætt ég meina, ég alveg sammála þessu að tíminn þú veist, alltaf COVID var mjög lengi og þetta er ekki búið sko en þetta er bara, með leiðin sem ég var bara alveg saman tíman skilur, bara leiðanum að komast fram með mér, ég ætla bara að fókusa mig og við erum báðið bara endalist búin að fókusa sjálf okkur og reyna að bæta okkur og bara reyna að vera positive vibes og gera eitthvað gott til sjálf okkur, ég meina það er bara besta leiðin til að díla við COVID sko. Já, og það er annarkvort það eða þú settur þú getur eiginlega ekki ef það er svona veist, ef það er svona mikið breyting í dagsdagslegu lífinu og þér finnst það leiðilegt og það er að hafa áhrif á þig eina valið er að reyna þitt besta að gera daginn betri en hann var í gær eða ekki neitt og bara svona sökkva og í þetta þunglindi það er bara það Ég meina ég vil ekki að fara fucking too deep en það vilt það ekki en er ekki svona eitthvað punktur í lífið þínu sem mannst eftir sem var svona geðvitt þú varst bara geðvitt niðurdreipa þetta er bara segja leiðilegt shit í sjálfni og ekkert gætt fucking bjargaður Já Ertu með eitthvað að sögur úr því? Það var þegar ég var að taka lyfin úr bóluna Já Hvað heitir sinni, varstu það? Degutan Ok, Degutan maður, mælu með Degutan, þú veist það var svona kannski side effect að maður gæti orðin þunglindur eða mist matalistuna eða eitthvað fullt af öðru shiti og mamma mín var alveg já, ég meina, það er ekki hægt að horfa að þig þú veist fuck you mamma Ákveð sá það hún var alveg bóluna þínar eru, þú veist, þetta er kind of out of control þú veist, og hún myndi endilega laga það fyrir mig takk mamma þetta var ekki mín hugmynd hún var alveg, þetta gengur ekki þannig að ég skil ekki hvernig að horfa í speil en við þurfum að gera eitthvað í þessu og þannig hún byrjaði þetta Ég man ekki eftir því maður þannig að hún var bara þrýstaði því bara, þú mátt ekki líða vel í líkaðinu núna ég hafði ekkert með að gera hún byrjaði þetta og ég var alveg nei og hún bara sannfærði mig Damn ég hef átt að fokkin Nei, segðu þú Ok, þegar þetta byrjaði þegar ég byrjaði svona að taka það þá fóru bólunar og ég var alveg, wow, þetta er weird ótrúlega smooth skin, right? En það sem gerist er að varirnar hennar byrja að flagna og þú verður ekki þurr og þú verður líka þurr í augunum þannig þú lítur alltaf út fyrir að vera friðin I already do that sko my natural eyes do that themselves Já, ég var eins og stoppaður af lögreglunni og hann spurði mig af hverju ég væri svona rauður í augunum og ég sagði út að Degutan og hann trúði mig ekki og hann tók mig í test ég leit greinilega út oft fyrir að vera friðin og þetta bara þurrkar allt rastlegt upp og svo síðan byrjaði ég að fara heim eftir skóla og leggja mig bara í 2-3 klukkutíma á hverjum einasta degi og mér fannst það bara að vera venjulegt og það var eitthvað svo ég var alltaf svo breyttur eftir skólan og ég var ekki með neitt sem ég gerði í svolítið tíma í kannski svona 2 mánuði og þannig ég var bara í þunglindi og ég fitnaði ég fór í 90 kíló og ég var alltaf í 75 eða 80 og það var ég var alveg með titt og þá var ég að horfa í speilin og mér leið ekki vel þegar ég horfði í speilin og þú veist, ég hugsaði alveg my man tit og það var erfitt og það tók smá tíma líka að fatta að það var út af töflunum
Ég man sko, þú veist, ég meina út af því, þegar þú gaur, ég hætti töflunar bara út af því að það var svo pirrandi hversu fyrsta var með varunar og augum. Ég hætti út af því og svo hætti ég að vera þunglindur og það fattaði ég. Það er ekki líka bara alltaf sama, maður tekur ekkert eftir ef maður líður illa, finnur svona, þú veist, þetta er góð regla sem við höfum báði gert, en að eða svona, ef þú veist að hafa shit dag eftir dag, þú veist, kannski 5-6 dagar bara, það var ekkert skemmtilegt, ekkert gott sem gerist, þá þarftu svona aðeins að recalibrate, kannski skrifa aðeins, pæla aðeins hvernig dagurinn á morgun verður. Því, já, veist, og það gæti líka alltaf verið bara eitthvað lúmst, bara, þú veist, það gæti verið að þú ert ekki að sofa nógu og þú ert ekki búin að gera það lengi, prófa að sofa lengur. Já, akkurat. Þú veist, það er bara svona litið þetta. Stjóri minn er að hringja mér. Fuck þessi. En herðu, það er komið háttatími hjá mér, ég var að fara, er þú að vera gegja? Ég ætla að taka framleika klukkan sko 14 mínútur yfir 9. Og ég er að fara að vakna 4:30. Ertu að vera að passa að vera að fara að vinna? Ég er ekki búin að vera að vinna. Ég tók sumarfrí með 2 vikur til þess að hjálpa mömmu minni að þannig hún gæti farið í vinnuna og ég passa. En hún byrjar svo snemma þannig ég þarf að vera mættur 4:30. Ég veit það er ekkert maður, ég er búin að vinna 4 fucking alla vikuna sko. Það er gaman sko. Það er eitthvað svona næs að vakna super snemma. Finnst þér ekki? Nei, þú ég man þegar við vorum í FS og vorum alltaf að tala um morgunæfingar eitthvað og það virkaði svo vel fyrir mig. Þú hatar það. Það virkaði aldrei vel fyrir mig. Nei, hugsaðu mér allan á morgun en ég mæli mig ekki sem bara labba til mömmunar, stoppa bílinn 5 minútur frá eða eitthvað og veist að labba 4 in the morning er svo næs. Nei, það er aldrei að fara að gera. Ég hef ekki svona mikil áhuga á því að það gefur mér ekki jafn mikla góða tilfinningu og það gefur þér. En ef það væri á sama level, ef ég var á sama level og þú með að fara út að lappa að fíla þá myndi ég bara vera alveg, hei, já, það er góð hugmynd, en ég finna bara, ég myndi aldrei nenna því. Ég meina við tölum þetta á hann áður ég byrjaði að podcasti, ég er búin að lappa úti að minnstakosti eitthvað 6 á viku, bara kannski kortið 20 á dag. Já, og það klikkað út af því ég vissi það ekki að þú fer út að lappa að minnstakosti einu sinni á dag. Alla það bara, it has to be sko. Ég vissi það ekki, það er helviti gott. Takk fyrir það maður, en það búið gott að spjalla. Þetta er ógeðslega cool að ég get bara hringt í núna á podcasti og bara ég meina, núna getur þú haft mig oftar í podcasti 20 mínútur. Og reyndar, þú náttúrulega ógeðslega tölur upp í standa núna, þú varst að á Kaffi Petit að skrifa á hann like a champ og like a champ. Hvenær ert þú næst með eitthvað svona gig sem kannski fólk gæti mætt á, supporta my man? Hvað getur þú fylgst með þér? Ok, bara næsta miðvikudag. Það verður bara open mic. Það er alltaf open mic, byrjar kl. 9. Fucking klikka lið sem mætir í hvert einasta skipti. Treystu mér, þú ferð einu sinni og þegar þú sér hvers konar lið fer upp á sviði, þú mynd segja vinniðinu frá því. Og það verður líklega út af hversu kjánalegt það var, en það er samt geggjað. Sko, ég meina, hvað er þetta? Hvað getur fólk mætt á það? Þetta er á The Comedy Cellar í Reykjavík. Það er rétt hjá Hard Rock. Á sömu götun á Hard Rock. Ég meina, við byrjum á sama tíma, þannig að ég er bara búin að mæta eitthvað 4 sinni með eitthvað, en þetta er ógeðslega gaman að prófa að fara upp á svið. Bara testa það, skilur, hvernig þið líður. Það er gott að sjá svona hvernig heilin responda við að fara upp á svið og vera í svona stressi. Það er rosalega holdt líka. Og því að, þú veist, alvöru lífið síðan, þú veist, þegar maður fer af svið, ef ég fyrir upp á sviði einu sinni í viku, þá er ég svona 10% betri manneskja, bara í samskiptum. Bara út af því að það er minna stressandi, og því ég komið með þetta. Þetta er líka, allan að við náttúrulega vorum svona öðru sinni, mér fannst alltaf, ég er svo mikið eitthvað svona, ég verð kannski bara stressað þegar ég er að labba upp, eða eitthvað. Ég pæla ekki því fyrir ég komin þarna, og en það minnst það bara eitthvað svo, það er ógeðslega thrilling að vera upp á sviði og bara, ok, ég verð að láta ykkur til að og svo bara byrjar að tala með sæði og kúk og svona, it's great. Og það er ekkert betra líka þegar þú færð svona stóran hlátur og þú þarft að bíða eftir að fólk hefur búið, það er ekkert betra fyrir mig bara fyrir ég gera það. Pældi ég að fá borga til að gera það. Við munum, ég er bara willing it into existence, ég er ekki eins og að tala við eigandana þessu núna, en hann kemur með strong Jewish hand of course þannig að ég ætla bara að segja, Eggert sem ég veit ekki hvernig hann á það en allavega stjórnarinn yfir Comedy Cellarinu og
heyrðu mér eða? Halló, heyrðu mér núna? Já, ok, þá nefndu. Ok, en allan þessi Eggert sem á klúbbin, hann mun koma á podcasti á næstunni allana og ég ætla að hafa live podcast annað og þú náttúrulega kemur sem fyrsti gesturinn, skilur við og við látum fólk hlæja með fucking hvað við vorum að gera í grunnskóla og svona shit. Já, ég meina, það var svakalega upplifun að vera með áhorfundur á staðnum. Ég bara mun bara gefa fullt af frí með maður somehow. Ég mun fucking taka live podcast á þessu ári. Það er bara staðfest, sko. Fucking hey, maður. Come at your own risk. Aha, come at your risk, maður. Come at your own risk. Þá getum við tala allt shitið sem við segjum ekki á podcastinu. Já, þessi það er live. Þá getum við virkilega sagt þeim hver við erum. Við erum ándjóks terrible guys. Við erum horrible people, sko. Við erum horrible people. Ég var að segja eitt það er þáttur. Við skulum ekki spill the beans en við erum ekki nice guys. Við erum bad boys. Við erum bad boys. Við erum the bad boys of comedy. Ég fæði einhvern veginn í stúdíu en á næstunum maður, gaman að heyri þér. Virkilega gaman að heyri þér. Alright, ég sé þér sinna maður. Ok, bye. Ég þarf að kíkja í vinnum maður. Það var ógeðslega gott að fá Arnar aðeins á podcasti, bara stutt podcast í dag. Checkið þetta, ef þið viljið fylgjast meira með mér. Það er Frikki R á Instagram og TikTok, Frikki Snappar á Snapchat. You know the stuff. Og já, live podcast. Ég ætla að gera live podcast þessu ári, bara somehow. Við erum ekki, við erum ekki viskandi sko hérna layouti verður, en ég ætla bara að finna hvað það kostar til að halda svona sjó, svo ætla ég bara að gefa mig það. Þannig að ef það er eitthvað sem þú myndir fíla, senda á mig skilaboð og ég seti bara listan og hefur þetta bara fucking ready. Þannig að check out the links maður, vegspjald á Facebook, ég vil köpa awesome vegspjald, gott að sjá ykkur. Peace out! Er ekki svo bara svona? Hi. Efðu? Nei, já, það er ekki hérna maður. Put in post.